Spilar alltaf með nótum eða? Nei, ég spila líka eftir einunum. Já. Þú notar svona píanóin eða svo upp í... Það nú aðalega píanóið, sko. Sem þú notar nótur? Nei, ég er náttúrulega fyrst og fremst píanóleikari, sko. Já, ég veit. Já. Ég er í stórsveit Öðlingar. Já. Það eru hljómsveitan, það eru sko þeir sem eru í félagi hljómlistamanna. Já. Sem er orðnir 60. Já. Þeir eru með stórsveit. Já. Það er hálfdamanna band, sko. Já. Og þú ert í henni? Ég spildi trompet þar, sko. Já. Leini sko. Setja á hérna á þig mæk hérna. Já. Og þú myndir segja eitthvað að viti? Nú ætlar að tala við mig líka? Nei, já, það maður veit aldrei hvað þetta er sko. Setja yfir hérna. Þú ert búinn að vera að spila hann og fjandi mörg ár, er það ekki? Jú. Lærið þetta eitthvað til mann unga aldri? Já. Ég er búinn að spila opinberlega í 60 ár. Já, 60 ár, já. Já, 60 ár. Og eru rúmlega 20 ár þú... Nei, ég byrjaði 17 ára. Byrjaði 17 ára? Nú var það, já. Já, þú hefur verið Breiðfirðingabúð og einhverju... Já. Og listamannaskálanum. Já, listamannaskálanum. Hótel Sögu. Og Rauðli sem var á Laugavegi. Já, sem nýja Rauðli sem var þar. Og víðar komið sem þess? Já. Svo var ég organisti fyrir austan. Já, fyrir austan á Ísland? Já, á Völlum. Já. Og 2 ár á Eskifirði. 1 ár á... Var þá áður og fluttir þá að hérna Egilsstöðum? Nei, ég bjó þá á Egilsstöðum. Og 1 ár á Fáskursfirði. Þið byggu nú eitthvað á Egilsstöðum, ekki? Jú. 22 ár. 22 ár? Eða 23 segir konan. Ég held alltaf að vera 22. En hún segir alltaf 23. Varstu þá að kenna þar eða? Já. Já. En þú hefur samið eitthvað sjálfur, eða ekki? Að lögum? Já. Jú. Ég samið flestu barnalögin sem Soffía og Anna Sigga sungu. Í gamla daga. Gamla daga? Já. Já. Og svo er það alltaf Stína og Stína sem er ódauðleg. Já. Ég er farmaður fæddur á landi. Já. Og valsið, þetta er ekki hægt. Já. Er þetta lög sem hafa verið tekin upp þá, eða? Ha? Er þetta lög sem hafa verið tekin upp? Já. Sem þú útsett og... Já. Já. Hvað eru mörg blásturhljóðfæri í Öðlingunum, eða? Í þessari hljómsveit? Já. Það er 18. 18? Já. Það er svona standard tala á stórsveitum. Já. 18 manna. 18 í blástur, eða? 18. Já. Já, með trommu og bassa og... Þú hefur verið meira í svona jazzisti heldur en kannski... Já. Þetta er blues? Já, Já, verið jazzinum, já. En þú varst svona að byrja þá þurftu menn náttúrulega að spila alveg. Já. Hvað sem var, sko. Þetta er eins og í dag, menn sem eru í tónlist, sko. Þeir þurfa að geta spila alveg allan klassan, sko, þeir ætla að hafa vinnu að þessu. Já. Þessi er fjandi góð, þessi mynd hérna.
Þessi hérna, hvað er? Þetta er Árni Elvar. Ég pantaði þetta frá honum þegar hann var á Egilsstöðum. Já. Silfurtúnin er á Snorrabraut. Snorrabraut, já. Hérna er brúin hérna Já, hvað er það? í Borgarfirðinum, Bognabrúin. Já, það er verið. Hvítanla. Já. Þetta eru bækjustöð. Og þarna spilaði ég á víbrafón. Já. Lærðu þér eitthvað sérstaklega á það eða? Nei. Ég bara æfði mig sjálfur, sko. Já. Og það var nú dálítið svona skrítið. Ég var þá að spila í Þjóðleikhúskjallaranum og hérna og hann sagði mér hann Árni Stefing. Hann stakk henni að æfa svo víbrafónum minn. Hann átti ekki víbrafón þá. Þetta er náttúrulega rosalega stórt verkvæði svona. Keyptirðu það utan þá eða? Nei, ég keypti af honum Gunnari Sveinsinni sem var í Kákasalslitunum. Þegar hann hætti í Kákasalslitunum þá keypti ég víbrafónum hans. Já. Hérna, þú varst á Egilsstöðum. Já. Var það þín hugmynd að samband við jazzinn, sko? Ég stofnaði jazzhátíð Egilsstaða. Já. Og rak hana einn. Og fékkstu þá eitthvað þekkt númer í það? Já, ég fekk mjög góða menn. Sven Asmussen, Finn Ziegler. Já. Og son Lars Sköllin hérna. Og Chicago Blue frá Bandaríkjunum. Var þetta flutt þá bara og Sophisticated Ladies frá Danmörku. Já. Var þetta flutt þá bara inn á þínu reikning það? Hvernig? Já. Og þegar ég hætti þá tóku þú bæjarfélög við. Já. Egilsstaðir, Seyðisfjörður og Norðfjörður. En nú er þetta orðið bara lélegt. Ég var með þetta venlega í 4 daga. En þetta er orðið 1 dagur núna. Já. Það er þarna að þeir stjórna þessu Norðfirði og ég held að þeir hafi mestan áhuga á Eistnafluginu, sko. Já. Það er ekkert svona mikið fyrir djafn. Þetta er alltaf fellegt að svona drappast niður. Já, það er leiðilegt. Þetta var mjög vönduð hátíð hjá mér alltaf. Já. Bernhard Linnet var mér nú svona til aðstoðar þegar ég var út. Bernhard Linnet, hann var mér til aðstoðar. Já. Þá fekk ég saxofónleikara frá Svíþjóð. Sem komu? Já. Werner Ström hét hún. Það var kvenmaður. Já. Gamli mættu bara. Léttur og lipur. Einu sinni í viku á æfingar hjá Auðlingahljómsveitinni. Já. Frábæri. Er það út í Gerðabergi? Er það út í Gerðabergi? Nei. Þeir eru upp í Mosfellsvík. Í húsnæði þar skóla einhverjum sem hafi komist inn. Jú, það er ágæðanlega band, sko. Góðir gestir, ég vil óska okkur öllum til hamingju með Árna Ísleifs nýræðar. Hér eru bara stórar stundir búin að vera þessari viku. Í gær var Mezzo Forte 40 ára, búin að spila saman í 40 ára. Þetta er 3 tíma tónleika í Háskólabíói og Árni
verður með tónleika hér, það er að segja að hann spilar á píanó að sjálfsögðu með stórsveitinni. Ótrúlegur maður Árni. Og ég vil bara færa þakkir frá jazzsamfélaginu til þessa manns sem einn af fyrstu jazzleikurum Íslands og var píanisti í fyrstu íslensku jazzhljómsveitinni, hljómsveit sem var klædd við Björn Reynarsson og byrjaði að starfa í listamannaskálanum líklega í nóvember-desember 1945. Og það er ótrúlegt að hér höfum við eftir frumherja í íslenskri jazztónlist sem hefur ekki sleppt píanónu einn dag allar og spilaði búka betur en allir aðrir menn á Íslandi og alltaf var sveiflan á hreinu. Ég ætla ekki að fara meira út í tónlist, átna og stíl. Ég ætla að minna það á jazzhátíðina á Egilsstöðum. Það er ótrúlegt að þessi elsta jazzhátíð Íslands að það skulle vera einn maður sem hélt henni gangandi í 20 ár. Ekki einn því að Kristín var með honum. Og án Kristína væri Árni nú kannski ekki sitjandi þarna. Þetta það Árni? Nei, ekki. Ég var þeirra gæðu aðnjótandi að vera gestur á öllum hátíðum eða fyrstu og aðstoða Árna eftir megni. Ég giftist konunni minni þar, þannig að þetta var mér til mikilvæg gæðu. Við skulum hrópa ferfalt húrra fyrir afmælisbarninu. Jazz, kóngur Íslands megi að lifa. Húrra! 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 Takk fyrir þetta annað og við ætlum að byrja á því að leika lag eftir afmælisbarnið og það heitir hvorki meira né minna en Mánudagur og ég veit ekki hvort að það er eitthvað hvort Mánudagur hefur í sérstaklega uppáhaldi hér á Árna en hann samdi lagabálk alla vikudagana og við ætlum að leyfa ykkur að heyra þetta ágæta lag Árna og byrjum á þessu lagi Mánudagur sem hann samdi í nóvember árið 2009. Gjörðu svo vel.